Komið sæl, elsku Hjartans, þú sem ert að horfa á þetta eða hlusta, að við erum hérna komið með þáttinn Hvað ert að spá? Og maður spyr sig, hvað ert þú að spá? Ég er með mitt uppáhaldsljós í lífinu hérna, hann að Jónu Hrönn Bolladóttir, sem er partur af bollastælinu sem við fórum kannski út í seinna. Og hún er sko fyrirmyndin mín í hvívetna, vildi stundum vera hún. Og hvað myndir þú segja, Jóna minn, að hvað ertu gömul? Má segja það? Já. Þakka fyrir þessi fallegu orð. Og það er bara, ég líti ekki á þetta sem sjálfsagða orð frá þér, en bara þakkaði fyrir þau. Ég er fædd 21. júlí 1964. Ég er orðin 57 ára gömul og mér finnst það alveg ótrúlegt. Já, Af því mér líður alltaf svolítið eins og ég sé 14. já. Ég er með sömu veiki. Og ég til dæmis sko, ég er að fara með 70 stráka í vatnaskói fyrir Já, manni. Og ég er bara spennt af því að mér finnst sko, þar er ég eiginlega svona mest ég sjálf. já, maður er nefnilega krakki, Já. maður er krakki, en svo vill fólk verða of fullorðins. Já. Þú veist, þá setur þau bara svona kannski þennan svip, hvað segja ég, hvað segja ég. Og það hefur gleymst kannski hjá okkur að fara yfir á fullorði stíð. Ég vona það. Já, en ég held sko, það er náttúrulega bara ótrúlega dýrmætt að viðhalda ekki hinnu barnalega, heldur hinnu barslega. Já, Vegna þess að það sem er barslegt, það er á einhvern nátt kannski svona líka svona einhver einfaldleiki og heiðríkja og trúfesti og svona einlægni. Og ég held að sé við eigum að vera svolítið barsleg. já, Og það er engin andstæð við það að vera eitthvað vitiborin eða þroskaður eitthvað Nei, nei. slíkt. nei. Maður getur verið þroskaður og barslegur í senn. Já, og svo er spurning hvað er að vera þroskaður. Já, og ég segi sko bara bestu guðfræðingar sem ég hitti eru lítil börn. Þegar börn tala Guð, Já, þá legg ég við hlustir. já, Af því að það er alveg magnað. Og Já. þegar þú tala dauðan og þegar þú tala hið eilífa, það er sko, það er alltaf, held ég beint frá Guði. já. En núna er ég búin að kynna svolítið fyrir börnunum mínum. Ég er svo leiðilegar í þessi kirkjugarðar að þau haldi virkilega að það sé búið að gróðursetja manneskjuna þarna niðri. Og ég á mjög erfitt með þetta. Og svo ég tala sumarlandið, má ekki, himnar ekki heita það að því mér finnst það svona, finnst auðveldara að segja að fara í sumarlandið. Hvað myndir þú segja sko, ég sé nú svipinn á þér. En mér finnst þú gott að tala bara Guðsríki. Já, það er svo erfitt að útskýra það finnst mér. Ég nota aldrei orðið himnaríki. Nei, Guðsríki, já, Guðsríki. Já. Og líka vegna þess að Guðsríki þarf ekki bara að vera handan dauðans. Guðsríki getur verið hér og nú. Nú erum við í Guðsríki. Að sjálfsögðu við erum í paradís, segi ég. Við erum að átta okkur á því að við erum í paradís. Já. Og hefum ekki tíma alveg svona til að skoða hana nógu vel. En Guðsríki, já, mér finnst flóknara að segja börnum það og ég er að kenna börnunum bænir af því að mér finnst ofboðslega mikilvægt að enginn fylgi manni fótmálið hvert, hann veit hvað þú heitir og hver þú ert. Og svo er ég að kenna faðirvorið. Það er nú meiri vitleysan, segi ég. En ég ætla að segja við því sig, ég er nefnilega mjög hrifin af faðirvorinu. Já, og hverju? Já, sko ég er svo hrifin að því náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að þetta er orð Jesú og þetta er eina bænin sem hann sagði. Þú veist, það er engar aðra bænir eftir Jesú í biblíunni. Og Þetta er illa þýtt úr ensku. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Eitt krakki hélt að Guð héti Harrod. En það sem er svo gott við faðirvor er það að það beinist alltaf frá sjálfinu og egóinu. Það er alltaf verið þinn vilji, mátturinn þinn, dýrðin þín og því við erum svo upptekin að segja verið minn vilji, mátturinn minn, dýrðin mín og allt þetta, en faðirvor er svo fallegt vegna þess að það vísar til Guðs. Og svo talar það fyrirgefninguna og þess vegna kenni ég öllum kenna ferminga börnunum mínum og bið þau að læra öll faðirvoru utana og líka það sem ég segi við krakka, þetta er svo máttugt
að þú er allstaðar hvar sem þú ferð heiminn og kemur inn í kristna kirkju og veist þú heyrir einhverstaðar á málinu þú kunnir það ekki og sérðu það einhverstaðar faðirvorið og svo byðja allir faðirvorið það kannski 10 tungumál í kirkjunni og svo óskaplega fallegt að það sé til ein bæn í öllum heiminum sem að allar þjóðir öll tungumál geta sagt í einu. En finnst þér þetta nógu vel þýtt yfir á íslensku? Og ég myndi segja, getum við þá sagt að þetta sé tilbeiðsla í raun og veru, ekki bæn? Já, við getum, þetta er auðvitað tilbeiðsla til Guðs. Já, en við erum ekki raun og veru að biðja neitt. Nei, bara svona já, en við erum að segja líka til þeim sem er alveg rosalega flókið í faðirvorinu, að við segjum verði þinn vilji, af því að við þráum náttúrulega okkar vilji verði og þú veist, oft þegar til dæmis ég er að biðja, þú veist, þá veit ég hugsa bara, þú veist, ég er að segja, þú veist, biðja Guð að lækna einhvern eða leysa einhvern úr einhverjum fjötrum eða komast út úr einhverjum aðstæðum eða hvað það er og þá finnst mér oft óbúslega erfitt að segja, sko, verði þinn vilji. Þá langar við að segja, verði vilji þessa fólk sem þá vill þykja fyrirbænina eða verði þeirra, sko, það sem þau vilja. Það til dæmis pínlítið flókið við faðirvorið. Eða erfitt. En þetta ekki bara pínlítið eins og ég er að segja, sko, við erum að stjórna öllu og ég segi stundum verði að sleppa þessu út og hætta að hugsa það, þá byrjar einhvern veginn að gerast það sem á að gerast. Kannski þetta sko svolítið tenging í það og þetta svolítið líka að kenna börnum, nú ert þú komin nokkuð barnabörn, faðirvorið. Ég get sagt þér, ég gafst alveg hrikalega upp á því þegar að svona Pétur minn sko ekki setja ost í fristinn og fyrirgefðu nautunum. Og svo er þetta svo erfitt með að útskýra, þú veist, útskýra þetta allt og ég reyndi mitt besta og svo kendi þeim að tala við Guð. Af því að ég er sífellt á rappinu svona, ég er bara þar alltaf á tali og og svo elska ég náttúrulega, en því ég var lítil, ég var náttúrulega ofsa trúaði krakki, ekki náttúrulega. Nei. Og þegar ég var nær dauða, sem sagt að drukkna í stóra mikið rúinni og föst í einhverju gatavir, þá bara rólega gerði ég Ó Jesú bróðir besti og það heyrðist vart í mér en mér var bjargað, ég hafði bara fulla trú á því, ég þurfti ekki að garga sko, það er trúin. En ég verð að segja sko, faðirvorið svolítið þetta að vera í núinu. Já. Það að segja það, sko maður segir sko faðirvorið þú sem ert að hefnum helgist þitt nafn, þegar mér langar að segja helgist mitt nafn. Tilkomi þitt ríki, þegar mér langar að segja tilkomi mitt ríki. Það kannski þetta. En ekki eins og ég hugsa, Guð ekki í okkur? Jú, og þess vegna sko þegar ég segi sko, þú veist við tölum Guðsríki, þú talar sumalandið, ég tala við erum Guðsríkir hér og nú, sko við erum í Guðs hendi hér og nú og svo það að Guðs andi býr í okkur. Já. Og ég held sko að það sé eitthvað svona sem að sko það er svo eflandi. Já. Og það ekki, sko, þú hrókast ekki upp, það ákveðin, þú finnur fyrir ákveðinni, Guðs andi býr í mig, það vekur auðmýkt. Og þá hljótum við líka að bera ábyrgð á lífi okkar þegar við höfum Guðs anda í okkur. Þessa Guðs vitund í okkur, þá berum við líka ábyrgð að gera hlutina rétt, ekki bara, þetta ekki sammála mér að við séum svolítið skipstjóran í þessari ferð og svo leiðis. Jú, sko, okkur gefin sjálfstæður vilji. Já. Lúsifer vildi bara, þú veist, þarna manstu, hann vildi bara að allir væri góðir, var það ekki rétt hjá mér? Þeir voru að rífast þarna uppi, hann vildi bara að allir væri góðir og ekkert vesen gerðist og Guð henti honum bara út. Já, bara fallin engill, hann fallin engill. Já, og svo sveimar hann svona. En ég ætlaði mér að segja Biblíuna því að þú varst svona svolítið bókstafs og að það svo sko dýrmætt sko bara eins og Gamla testamentið, þegar allar þessar helgisagnir það kenna okkur sko miklu meirum okkur sjálf heldur en endilega guðdóminn og bara helgisagnir sögur sko það sem ég held að við þurfum að passa að því þú veist við erum að þróast og taka inn alls konar nýja hlutin í okkar líf en við mögum aldrei hætta að vera söguþjóð og við eigum aldrei að hætta að segja börnum helgisagnir. Alls ekki. Nei, og bara segja þeim söguna Adam og Evu og segja þeim Nóa og segja þeim
Abraham og Ísak og allar þessar gömlu sögur vegna þess að þær eru, sko, þau kenna okkur svo mikið mennsku okkar, bara svo Kain og Abel, á ég að gæta bróður míns, þú veist, og allar þessar sögur sem að, sko, það er enginn að biðja okkur að kenna börnum þær til þess að trúa þeim bókstaflega, það er verið að segja, kennum börnunum þessar sögur til þess að við getum túlkað þær inn í okkar líf, þú veist, hvað eru þessar sögur að kenna okkur? Já. Og hvað kennur bara Adam og Eva sekt og ásökun, fyrirgefningu, samskipti kynjana og bara, þú veist, svo margt og svo margt. Já. Og því ég hef alveg, sko, Þannig eplið, náttúrulega. Já, ég geri ekkert í rauninni í mínu lífi nema að segja sögur. Já. Og ef einhver segir, býtu, hvað gerir prestur, hvað gerir manneski svo þú? Þá myndi ég rauninni geta bara sagt, ég segi sögur. Já. Ég segi sögur til að búa til túlkunarramma inn í alls konar aðstæðum, inn í sorg, inn í gleði, inn í samskipti, bara endalausar sögur. Missir þú aldrei trúna smá stund? Jú. Já. Jú, stundu kemur fyrir að ég, og stundu kemur fyrir ég bara reið Guði. Og bara uppgjöf, það kemur uppgjöf og stingur, já. Já, og stundu bara, þú veist, rópa ég á hann, alveg bara ég reið. Já, ég skammast í hann, sko, alveg ferlega, en veistu það, ég var svo hrædd við Guð, sko, þegar ég var yngri. Ég bað alltaf miljónsinnum fyrirgefningar á öllu, svo að þú veist, fyrirgeðu Guð miljónsinnum, svo það væri örugglega búið að strikka yfir þetta. Já. Ég sagði nú, þegar ég var krakki, þá kom ég rjúkandi inn og sagðist að hafa séð Jesú í skýjónum, sko, ég man ekki eftir þessu, og hann var að benti svona putta á mig og ekkert neitt að brosa, sko. Nei. Og var hann að skammast yfir, ég var að blóta og ég ríkin, sko, bara, og bara slæta inn gólfið, það bara að hræðslu, þú veist. Síðan hef ég alltaf, sem sagt, sagt þetta, sko. En með epli, það er náttúrulega, hún lét náttúrulega, eða svona, það beit Adam með eplið og þeir eru að banna mjallhvíti núna í Bandaríkjunum að því hún er í dái, sko, mjallhvít þegar að prinsinn kissir hana. Já. Og mér finnst við vera að fara soldið svona fram úr okkur, það eru frægar sögur og bannar hægri vinstri, þú veist, og þetta finnst mér ekki skemmtilegt. En hann svo Greta, ég meni, þau fóru með brauðmóluna þarna og skildu krakkan eftir, það á ekki að banna það. Nei, en svo er líka til dæmis eins og þessi gömlu ævintýri, að við erum að tala sögur. Já. Og ég segi stundum barnabörnunum mínum, sko rosalegar sögur. Og verða alveg svakaleg, þið að segja þær, og ég held að sé svolítið, það er alveg, sko, allt í lagi að hræða börn svolítið, sko. Já, ekki þannig, sko, en pínlítið, við erum svolítið, sko, svona pólitískir réttrúnaðir sinna, það þarf alltaf að vera svo fallit og slétt og svona, en svo er lífið bara ekki þannig. Nei, og hvernig eiga þau þá að gera eitthvað? Já, og ég segi þau, sko, þegar ég segi rauðhött úlfinn, ég segi, sko, úlfurinn kannski táknar það, við getum ekki treyst öllum. Þú veist, það getur verið úlfur, við getum mætt fólki sem er bara úlfur. Og þú veist, þessar sögur eru líka, sko, ýmislegt það að til dæmis, sko, að fara ekki bara að fylgja þeirri leið sem þú átt að fara, vera ekki að fara út af brautinni, sko, og svona ýmislegt, sko, sem að við getum túlkað inn í þessar sögur. Og við verðum að halda áfram að einhvern veginn færa börnunum okkar svo gjöf, og við erum líka, sko, það er svolítið öðruvísi, ég tek eftir því sérstaklega núna því ég er að segja sögur, kannski að því ég er að verða 60 og að börn þau geta setið tímanu saman, þessi sömu börn og er að horfa á þess að dásanlegu Disneymyndir á risastjórum skjá, þeir hafa samt gaman að hafa miðaldra kettlingu hjá sér sem segir sögur, þau eru gapandi. Það er nú kannski ekki sama hvaða miðaldra kettling það er. Þú verður að vera með tilþrif eins og ég sé bara, sko, hvernig þú gerir, sko. Já. Af því að ég myndi vera gapandi. Ég er alltaf gapandi ef þú segir eitthvað, skilur. Þú veist, þá sést alveg niður í götn á mér. Þú veist bara ef þú segir það. Já, mér finnst, en með önnu trúabrögð. Jú, það er náttúrulega, sko, það er þannig, sko, það finna allir sína leið að Guði. Já. Og sumir segja bara, sko, öll trúabrögð eru bara leið að Guði, skilur, og kannski bara hinn eina. Er þetta nokkuð til þess að láta okkur trúabrögð oft til þess að láta okkur haga sér betur, eða stjórnun eins og öll þessi köld sem að
koma upp með svona þessu ofsatrú og heimsendaspá, það náttúrulega bara breyskir vondir menn, eða svona klikkaðir menn sem að náttúrulega aldrei konur, neitt en sko, ég ætla að segja sko, menntun skiptir máli. Það skiptir svo miklu máli fræðsla og til dæmis sko, ef við varum með prestar sem færi ekki 5 ára guðfræðinám og inni við það að túlka biblíuna og skoða biblíuna líka með gaggrínum augum með því að læra sko baks við sagnana, læra trúfræði, læra og ég vil sko og líka bara trúfræðin, sko trúfræði sem ég lærið fyrir 30 árum, það er bara önnur trúfræði núna upp í guðfræði, það er bara meira feminísk guðfræði og trúfræði og ýmislegt annað og sko, þú veist, ég er aðeins má grín guðfræðin er alltaf að þróast og þess vegna til dæmis sko, það er svo mikilvægt að við tökum ekki hluti eins og bara biblíuna og tökum hana bókstaflega, það verður að túlka hana og það verður að þekkja sögu bókmenntir Hebrea, það verður að þekkja sko sögu samtíðasögu Krists, þú veist inn í hvaða aðstæður er Jesús að tala og leiðum að við veit það þá líka orðinans miklu magnaðri og ótrúlegri og segja manni líka þá er ekki skrítið skildu krossfestan að hann skildi þú að hafa 3 ára eða eitthvað til þess að ganga og en og sem boða. betur fer fyrir syndir okkar þá þurfum að pæli því og það þá Júdas að þakka að því hann sveikan þú veist, þegar hann var búinn að kalla 5 sinnum og Jesú vissi náttúrulega af þessu að hann sveikan og ef hann ekki gert það, hvað hefði gerst þá? En ég ætla ekki að fara út í það, ég var bara svona en mér finnst eitt sem að ég aðeins að hjá þér 5 ára guðfræðinám mér finnst það náttúrulega bara tónvitleysa ég bara alveg tónvitleysa af því ég ætla að segja ef að fólk hefur svo mikið svona spirit í hjartan á sér og lærir og skoðar mér finnst það ætti að vera inntökupróf mætti vera mjög hörð inntökupróf því að sumir eins og ég náttúrulega drakk þetta bara með móðumjólkinni sko og ömmu minni aðalega því að hún sáu mig að þú veist og maður lærði af svo mörgu svo sem sagt ég held ég hafi verið trúlaus í heilt ár bara alveg en það var ríkalegt ár og þá er ég að segja hvað finnst þér það? Finnst þér þetta ekki soldið sko 5 ára nám það er 6 ára nám að vera ljósmóðir sem ég finnst líka alveg fáránlegt og Elon Musk ég var að hlusta á hann að flestir þeir sem hafa sko þá er ég að tala þess að fjármála biljónar snillinga Jobs og þeir sem eru yfir Facebook og þetta fór ekki eins og í high school Nei, en ég ætla að segja ég er ekki að setja þá saman við náttúrulega predikara en sumir eru þetta guðsnáð myndir ekki segja Jú, en það sko það sagði einn góðu prófessor við okkur þið eru ekki að lesa og vinna með guðfræði til þess að fara með það í stólinn þar þarf að, hann sagði það sko þið hafið þennan grunn ef þið farið ekki með sko trúfræðin og þyljið hann yfir fólki þá látið þið andan ráða Amen Já, og ég man sko ég tók þetta algjörlega til mín og ég var til dæmis þegar ég var ungu prestur þá var ég rosalega upptekin að fletta bara í bókunum sjá hvort þetta veri nú trúfræðilega rétt og eitthvað sem ég var að segja ég löngu hætt þessu og það bara algjörlega kemur í hjarta mitt sko ég bara þú veist ég Þú fær andan yfir þig mér finnst betra að biðja áður en ég fyrir að undirbúa predikun heldur en endilega að fletta en það sem að ég til dæmis sko bara það sem til þess predikun mín hefur breyst í gegnum ári ég hef meira sagt sögur ég hef meira sko bara deilt sko bara reynslu minni og annara af Guði en sko það gefur mér ákveðin svona einhvern veginn hljómbott að hafa sko að lesa Guðfræði og lesa það sem aðrir að segja og það er auðvitað þannig með suma að þeir verða algjörlega heillaði bara eins og maðurinn minn Bjarni Karlsson prestur Blessaður Bjarni Já, blessa, ég held að hann sé búin að lesa Guðfræði í 15 ár sko og klára hvert Ætli hann hafi ekki bara húka þig bara því þú vissir svo mikið Nei, ég var nú bara eins og ég væri galtóm sko í hausnum því hitti hann því hann var bara þullt upp á biblíunni Já, þetta var öfugt hann var sko KFM-drengur og kunni bara biblíuna utan Vá,
menn, já, það var svoleiðis. já, Þannig en til mér svo hann er algjörlega heillaður já, af, og hann, og sumir bara get ekki sko hætt að lesa sér fræði því þau fjalla þig og mig. þeir eru 3 systkin prestar ekki rétt hjá mér. Jú, Mér finnst það svakalegt, mér finnst það svo skemmtilegt. já, það er alveg ótrúlega. Já, og svo er það hún Hlín. Já, Hún er kennari. kennari, sko, alveg með á hreinu, alveg æðislegu kennari og frábær. Og þú ert frá Laufási og ég er frá Laufási. Já, Bara næstu því hinum megin við Snæfellsnes og þarna fyrir norðan, ég hef nú farið þarna og skoðað. Og pabbi þinn, svona stór merkilegur maður, ég var nú að skoða þarna, ég sé enga stytta af honum eða neitt hana. Nei, það verður aldrei. nei, hún hefur líka verið alveg slett. Já, hann hefði ekki viljað það. Nei, Nei. og mér finnst þetta svolítið merkilegt, sko, bollastælið, mér finnst það líka svo flott að vera bollastælið, mér finnst þið standa svo vel saman. Já, við reynum það. Já, orðið reyna á ekki að vera til. Nei. Já, við gerum allt til Já, þess. já. Já, má ekki segja það, gera allt til Nei, þess. jú, Já, gera allt ef til maður þess. reynir að labba esjuna, þá Já, gerir maður nei. ekki í það ætla reyna. Já. Nei, við erum svona, við erum stór fjölskylda og það var svolítið þannig að mamma og pabbi, sko, það voru svolítið bara mamma og pabbi og við krakkarnir. Já. Þau vorum að alast upp. Mamma kom úr Reykjavík og þar eru allar hennar vinkonur eftir, skiluru, og svo kemur hún bara, fer hérna í sveitina með pappa og svo er pabbi svona, þú veist, hann er náttúrulega presturinn auðvitað í sveitinni, þannig að þau voru kannski svona, já, við vorum kannski svona bara við 8. Já. Það var eiginlega svolítið þannig og já, ég myndi segja að það hafi haft mjög djúpstæð áhrif og ég sko elska systkini mín alveg óskaplega mikið. Við erum ekkert sko, mörgum finnst við vera líka, en við erum öll svolítið sitt og hvað. Já, mér finnst það ekkert lík. Ekki þannig, alls ekki þannig, þó þau séu svipaðir í braut. Það er náttúrulega, pappiðin fær Alzheimer ekki rétt mér. Hann fær, Lewy body sjúkdóminn heitir hann. Lewy body. Já, sem er svona einkenni sko, er örugglega mjög nálægt Parkinson í bara heilanum sko, mjög nálægt Parkinson, þannig að hann fekk svona í rauninni eins og Parkinson en misti svo líka allt skammtímaminni og svo endan líka allt langtímaminni. Já. Og bara misti allt, misti allt. Þetta er náttúrulega, þetta myndi ég sko frá mínu sjónarhorni að vera erfiðast að sjá einhver deyja lifandi, en finnst þér, þarna þurfið þau að hópast saman, finnst þér, sko, þegar þú horfir á þessa sýn, hvað mótaði hún þig til að gera? Eða svona, hvað svona fannst þér breytast hjá þér, að því þetta er svona alltaf langur tími sem þetta er að gerast, eða ekki, eða hvað? Jú, þetta er 10 ár. 10 ár? Jú, það hafði, sko, þetta hafði alveg ótrúlega mótandi áhrif. Ég er þarna fertug, rétt að verða fertug, og mamma og pabbi sko flytja til okkar Bjarna og búa á neðri hæðinni, við kaupum hús og þau flytja inn á neðri hæðina og svo er pabbi síðustu 3 árin sín sem hann lifir á Landakoti og við sko, og þar kom náttúrulega ljós að við erum fjölskylda, að þar stóðu við rosalega vel saman og pabbi sagði einhvern tíma við mig eftir hann var greindur og var orðinn veikur, þá sagði hann við mig, veistu Jóna, bara besta sem ég hef gert, það er eiga þessa krakka. Og þá fattaði hann sko, var hann að segja bara, ég er búin að gera margt sko, og alls konar og upplifa magnaður hluti sko, en þetta er það allra besta og það var að því að eiga alla þessa krakka og sem var líka sko, eiga svona mörgböld þegar einhver veikist og ég hef oft hugsað þá sem eiga kannski mjög veika foreldra og vera engabarnið. Það er hryllingur, ábyrgðin er öll á þér og hræðslan. Já, og líka bara, þú veist, að því að inn í heilbrigðiskerfinu þá er það bara svona hluti af því að átt svona foreldri eða barn eitthvað sem er langlegu sjúklingur, að þá þarft þú bara að gera til þetta ekstra svo að lífsgæðin verði meiri og þá til að segja sem með pappa, við fórum til skiptis í 3 ár inn á Landakot og böðum hann. Af því það var bara einu sinni í viku bað og við, það var svona verkefni okkar og við höfðum svona vaktaskipti og
og bara bjögum alveg til plan og Ég hefði ekki viljað sjá ykkur ef ég hefði verið pappið þinn. Nei, ef ég væri búin að missa alveg minnið, já, þá mér ekki sjá hvorki börni mín, eða barnabörni eða neitt, að því mér finnast það, sko, í andanum þegar ég horfði yfir þetta, Já. ekki nógu gott. en veistu En var hann kannski ekki alveg búin að, veistu hann missa minnið þarna? einhvern veginn skynja nærveru okkar já, því ég fann það já, sagði hann þó eitthvað, gat hann talað? Eða? stundum komu svona ég man einhvern tíma var ég að hjálpa honum upp í rúmin á spítalanum og ég var náttúrulega, fannst ég alltaf svo mikið brussa sem ég alveg er brussa og ég man alltaf eftir ég var að hjálpa honum og ég svona dett með hann sko, og bara einhvern veginn við dettum bæðun í rúmið sko og ég fyrir eitthvað að hlæja og þá heyrðist og það hafði hann ekki sagt orð í 6 mánuði þá heyrði ég hann segja þetta Jónar og þú veist og það var eitthvað svona og það var bara þá einhvern veginn sko ok, það var hún sem gat dottið með mig hérna í rúmið það var það barn sem gat það og ég man alltaf eftir að einhvern tímann hafði hann ekki talað við mömmu í sko langa tíma og svo satt hún einhvern tímann hjá hann og þá sagði hann bara ég sakna þín Mathildur og þá var bara og svo þegar Þau höfðu ekki talað saman, voru þau skilin? Nei, hann hætti að tala Hann hætti að tala? Já, hann fekk málstól en svo var það í öllu þessu ferli að svo komu svona ein og ein setningu eiginlega við systkinin eigum eiginlega öll einhverja svona setningu og maður lifði á þessu endalaust Já Ég lifði á þessari setningu endalaust. Já, mér finnst hún það besta sem ég er búin að heyra hérna. Þú veist það frábært. Og bara, þannig að sko, það var líka það, sko, maður einhvern veginn, þá hann geti ekki tala og hann nefndi ekki nafni manns og eitthvað svona. Mér fannst ég alltaf skynja að hann þekkt okkur í nærverunni. Já. Ég fer ekki ekki kannski ekkert vilja hafa ykkur, ég er að djóka. Fekk ekki það sagt. Pappi var svolítið, hann var svo mikill fjölskyldumaður, svo mikill prívatmaður. Já, en hellisbúið pínu það ekki, það var hann ekki svona hugsa og skrifa og... Jú. Já. Finnst ég það ekki? Já, hann var alveg þannig og svo gæti hann líka virka mjög félagslindur og opinn og verið veislustjór og stjórna jólaballinu í sveitinni og við leikið með leikfélaginu og ársatíðinni og verið á þorrablótun og allt svona, en í eðli sínu var hann prívatmaður og svona, og það var alltaf svolítið fjölskyldan Pappi 17. nóvember hann er sportdrekki alvöru maður sama Þórólfur herra Þórólfur þú elskar hann eins og ég bara alltaf elskan Þórólf þeir eru nefndi bara þess að Ásmundur Daði og Þórólfur ég elska Ásmundur Daði svo mikið ég líka hvað maður þetta er gaman og nefnir það þetta er alveg svona uppáhaldsmenn hjá mér já, Þórólfur hefur farið alveg geðvegt í taugarnar á mig stundu sko, ég verði að segja sko aldrei mér ég bara aldrei þegiðu Þórólfur Nei, ég alveg mér alveg finnst það dásanlega. Það er ekki ágætt að fá frí á sunnudögum, smá dund. Heyrðu, það var nú þannig að ég fekk, sko, ef ég gæti ekki farið á messa, þá voru bara fengnir svona töffarar eins og hér og það var aldrei messufall. Er það? Það var aldrei messufall í Garðasókn, í Garðabænum. Það var alltaf sendt út á netinu guðþjónusta ef við ekki gáttum mætt. Ég sá eitthvað af þessu. Af því að ég hefði bara hort á þig og hann Óla Jóa, sko. Af því að hann... Í Seljakirkju. Já, þú ólst hann upp. Já. Óla Jóa og ég get sagt þér það að bara, ég ætla að fá hann inn í podcast. Hann er skemmtilegasti maður sem að... Og frú Sigríður er víst alveg svakalega fín. Konan hans? Já, það var alltaf að kalla það frú Sigríður. Og svo þessin er það herra Bjarni. Nei, Bjarni. Já. En já, þetta Nei, ég var voða hrifin af Þórólfi. Ég misti og ég bara og það er þannig með sumt fólk. Nenni ekki að tala meir Þórólf. Nei, ég skal hætta að tala. Hún að fá svo mikla athygli síðast árið. Já, ok, ég skal hætta þessu. Að ég segi stundum þurfum við að útiloka því hammingin er inn í þér. Hún er ekki utanaðkomandi, hún er ekki Þórólf að kenna nýja COVID-inu eða hverju sem og við hefum ekki verið hrætt við neitt, óttisti eigi, er það ekki einhvers staðar? Jú. Já, botnaði það, óttisti eigi. Já. Bara óttisti eigi. Hann sagði þetta í skilnaðaræðinu sinni, hann Jesús, Jesús sagði óttisti eigi.
Það Í eru you're húsi all míns- taken Í care of. húsi föður míns eru margar vistaverur. Já. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér ég færi burt að búðurstað. Og Mm. þegar ég hef farið burt að búðurstað, kem ég aftur og tekið þau til mér svo þessi líka það sem ég Mér er svo fallegt. óttist ekki. Sagði. hann. Já, mér er svo fallegt. En ég var bara að spá í þess að vistarverur að því að svona, ég er líka sögukona, ég er vissum að ein vistarveran er Sumarlandið. Já, það er fyrir alla sem fóru á Kanari á vetunar. Já, ég segi svona. Já. En mér finnst þetta bara allt saman svo ofsalega áhugavert en mér finnst það við líka að ég ætlaði að biðja um að syngja eitt lag. Já, Hvaða lag myndir þú syngja? ef ég ætti að syngja eitthvað. Mm. Ég minn góður. Því að þegar þú ert uppi að messa og andinn kemur yfir þig, ertu, sko, marga presta, sko, ég, sko, röfla bara við sjálfa, mig ekki tala eitthvað fólk, Já. og eitthvað svona, þegar andinn kemur yfir þig, út kannski að messa, og leifir því bara ekki þá að flæða og, Jú, sérstaklega í bæninni. já, Þar er einhvern veginn, þar er rýmið fyrir það finnst mér. já, en á hverju eru þau sífellt að láta okkur standa upp þannig í kirkjunni? Já, Það er kannski fólk hérna 100 ára gamalt, getur ekki staðið upp og það kemur postulasaga, 200 kapitilu þetta og á hverju getur þið ekki sagt líka bara hvaða blaðsíðu þetta er? Þið virkir nefnilega þegar sem er postulasaga, hvernig er þetta sagt? Guðspjallið skrifar, Guðspjallamaðurinn Matteus, Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilegan boðskap. Þú talar inn í hjartað á manni. Það er bara eitthvað, veistu það því ég sé ofta röddin sé söngur sálarinnar og bara einhvern veginn, þegar að þú skýrði barnabarni mitt og þegar þú gerðir hérna bara eins og Lion King og settir það bara svona, fleigðir í loftið þegar þú settir það svona fram Já, og sagði með hverju barni fæðist von. Þetta er bara, þetta bara, mér finnst þetta svo fallegt og ég var að spá í hvort við ættum ekki að hvetja fólk, þannig mikið af barneigni núna, að skoða það, að það þarf ekki fyrst að læra að kaupa sér hús, koma sér vel fyrir, ferðast út um allan heim og eiga svo börn, Já, þú vilt, eins og pappiðinn sagði. já, það er nefnilega, já. En ég ætla að segja þetta að segja standa og sitja og allt svona. Það er náttúrulega ekki gott að fólk siti bara í klukkutíma. En ég ætla samt að segja varðandi þetta að sko við stöndum upp í kirkjunni, ekkert oft við stöndum upp þegar Guðspjallið er flutt, Á hverju? af því það eru orði Jesú. Já, mér er alveg sama, við Hann sátum, er aðal maðurinn. hann myndi ekki hafa sagt þetta, við Nei, nei, sátum nei. allarna, þú veist, hann var kannski, við sátum öll í kringum hann, aldrei sá ég þetta í nýttni bíómynd, allir voru að standa upp og Nei, svona. nei. En ég held þetta sé Sástu hvað ég var sniðug að reyna að afvegaleiða Já, og fara já, að segja en annað, en þú það ert var svo rosalega minnug. núna þegar þetta var rosalega flott í þér að segja Já. sko Jesús hefði setið og allir í kringum hann. Já. Það er vísu alveg rétt. Ég hef aldrei nokkuð tíma Já. að segja þetta, þetta er eitthvað Nei. svona Ágústa Johnson áruglega kemur þessu eitthvað við, hún er Já, bara að koma Nei, þessu nei, 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 en svo getur náttúrulega engin setið svona í kringu Jesú þar við erum öllur svo mikil og erfitt með þetta með mjöðmónum og svona við þurfum að hafa góða stóla. Já, Það getur ekki legið bara eitthvað á jörðinni lengur, sko. en okkur er ekki hægt að hafa góða stóla í kirkju. Jú, svo erum við með góða stóla. En við stöndum, þetta er svona bara, auðvitað er þetta búið til að fólki. Það Já. er ekki Jesús sem segir okkur að Nei, standa. standa og En við sitja erum svona bara, þú veist, ok, við erum að flytja orðið um Guðspjallunum þá stöndum við á fætur og svo er Hver líka, sagði okkur að Já, gera það? þannig Ég þarf að nei. spurja hann Bjarna, að því hann er með þetta. Hver sagði okkur hvaða rugl er þetta? En svo er annað að Já. þegar við syngjum lofsöngi, dýr sig Guð í upphæðum eitthvað svona, eitthvað svona lofsöngur, þá stöndum við líka upp. Einmitt. En til dæmis, sko, við stöndum upp að því við erum norræn og stöndum bara með að við syngjum lofaðu Guð og svona, en til dæmis, sko, í Brasilíu þá bara hoppaðir og veifa höndunum og syngja lofum Já. Guð, en við gerum það ekki, en við rísum á fætur, en við gerum nú ekki meira en það. Þannig Já. að það líka... En mér finnst þetta bara hundleiðilegt Já, og það já, má ekki segja hundleiðilegt af því að hundur er ekki leiðilegur. nei, En mér finnst, sko, ekki, þú veist, mér finnst sko stundum þá er alltaf verið að koma með tilvitnar úr biblíun, ég er búin að fara á 2 jarðarfarir og jarðarfarinu var bara að tala um páskana, Já. þú veist, og upprisu Jesú og eilíft líf og allt þetta og mér finnst líka, þú veist, að því að við erum líka gleðjast Já. yfir minningum hans.
Já, en sko við erum líka að gefa, það sem við erum líka að gera sig, við erum að minna á fyrirheitin sem Jesús gaf. Þú ert að tala Já. um sumarlandið. Getum við ekki fengið það í ykkur bara svona bréfsnifti með okkur heim? Svo þau ekki að eyða þetta tímanum í það. Jú, en til dæmis sko mér finnst til dæmis svo rosa gott ekki mér að við bara vera að mynda það að Jesús sagði í húsi föður míns marga vistu, var ekki svo hefði ég sagt þér ég væri burt að búið stað. Af því þú veist, dauðin er líka oft svo ofsalega erfiður. Þarna varstu snögg með þetta. Hræðilega, já, ég skal bara hafa þetta svona alltaf svona. Og fólki finnst líka gott sko að það sé talað hið eilífa og talað þú veist, að við séum með hendi Guðs. Akkurat, þú veist, þegar þú ert bara að kannski fylgja barninu til grafar. Já, barni, það aðeins verið sig. Já, eða ungu, eða maka þínum eitthvað svona. Þannig við erum auðvitað líka með þessu erum við auðvitað, sko við erum að koma með það sem kannski, sko orði Jesú hvar dauðanum að í því þessi 2000 ára gamla huggun. Já. Þannig að ég alveg sammála því, en sko ég að segja það, sko þú ert kannski ekki sammála því, en svo svo líka, svo þurfum við líka, ég var til þess að jarða þetta og það var svona þrisvar sem hlegið og hlegið og frímúrarnir hundskömmuðum og sögðu, sko það er ekki að standa heiðusverðu úr jarðar, Jóna. Við erum alltaf, þetta var okkur, við erum að fá að vita þegar þetta er hrós. Já, ég hugsa, þú veist, að það má líka þessi maður sem ég var jarða, hann var alveg ofboðslega stríðinn og skemmtilegur og datt alveg ótrúlega hlutir í hug og vinirinn sögðu bara Guðislo, hann hefði alveg verið, sko hann finnst þú alveg vonlaus ef þú ekki sagt einhverja gamansögur og ég alveg sammála, þú veist, við eigum í jarðarför bæði að hlæja og gráta vegna þess að lífið þannig, líf okkar þegar farið yfir, það bæði sorg og gleði og hljótum við að hlæja og gráta en sko ég vil alls ekki að sko við tínum því að sko minna á fyrirheiti gagnvart dauðanum. Nei. Af því að við verðum að hafa vonin alveg svo við lyftum barnum og hverjum barni fæðist von. Í hvert skipti sem við fylgjum einhverjum til grafar þá er von sem Sigga kallar sumarlandi og Jóna kallar Guðsríki og einhver annar kallar eitthvað annað. Þannig að sko það er líka svo mikilvægt en við getum talað alla þessar hluti á þess að við getum bara talað þetta inn í hjarta fólks. Það verður að gera það. Já. Og ekki hafa þetta alltaf svolítið eins að því að vera með, þú veist, búið að vera svo mikið þarna páskana alltaf, vera að tala á öllu jarðarföru núna hjá mér, sem ég hef farið á, og ég fer ekki á margar, sko, að þú veist að hafa meira lifandi þó það séð með ýmislegt fallegt og skemmtilegt, til dæmis þess að það kannski talið upp, að það er náttúrulega ráða aðstandendur, að maðurinn hefur unnið á 40 stöðum, ég bara... Já, það er ekkert mjög skemmtilegt, sko, og maður reynir svona að draga úr því við fólk, að draga úr ártölum og upptalningum og eitthvað svona, og maður reynir, sko, eins og ég segi, sko, við skulum hafa mest svona persónulýsingar, það er svona auðvitað misjátt hvað fólk vill, en mér finnst það skipta miklu máli, og til dæmis þegar ég er að semja, eins og við jarðarfarir, ég sem ræðuna eftir því sem að fólkið, upplýsingarna sem ég fæ frá fólkinu, svo sendi ég þeim ræðuna og ég segi þetta er ykkar ræða, þetta snýst ekki það að ég sé að sína hvað ég sé sniðu að skrifa texta, ég er bara ég er að gefa þá mynd sem að þið eigið af þeim sem þið elskið og eru að kveðja. Það skiptir mjög miklu máli. Já. En ég ætla líka að segja við þig að það sem er kannski svolítið sérstætt í kirkjunni og núna, og það er svona gleymist ofta því að þú ert að segja bara, ég nenni ekki sem hefðbundum messum, mér leiðist þetta tón, mér finnst þið og föst í forminu, hvað er að frétta? Það er það sem þú ert að segja. Og þá segi ég elska að vera í formi, ég elska þetta 500 ára gamla tón, það bara, þú veist að ég geti setið einhvers staðar í kirkju, bara veit að þetta verður tónað, þetta verður svona og þetta er svona bara ákveðin rammi og ég elska þetta, sko það hendar mér, ég og til dæmis kollegi með sem vinnur með mér, hann elskar svona kyrðabæn, þar þegi allir bara og hann elskar það, en svo erum við til dæmis, sko, svo erum við líka með gospelkór og gospelgleði og það eru alls konar, sko, og það kannski gleymist svolítið í kirkjunni, það er nefnilega alls konar, af því að fólk er alls konar, en við erum ekkert endilega að henda fyrir róða eitthvað sem er gamalt og alltaf verið til, en við bætum nýju inn. Já, ekki kannski vera kannski með svona mikið úr biblíunum, þá er þetta eins og biblíuskóli, þetta er eins og biblíuskóli, sko, að því maður veit þetta allt eða þeir sem hafa eitthvað skoðað, má vera náttúrulega með upprísina og allt þetta þó þurfum ekki að fara, þetta er mín skoðun. Ég er búin að gera sjálf sko mína jarðarfara ræðu af því ég er svo hrædd svona og þú verður náttúrulega, ég er búin að ráða þig eða Óla Jó að bara rappa eitthvað í miðjunni að því að ég bara, þú veist, maður verður að vera búin að ákveða prestisinn og svona finnst mér. Já. En það er líka sko að því ég lendi oft í því að það er líka, það veldur mér stundur svolítið kvíða sko ef ég væri bara veik
eða færi til útlanda eitthvað svona, eða væri bara dáin. Þannig að, Já, að, farin að fólk kannski búið að skrifa mann niður með löngum fyrir, en það er líka voða Já, fallegt. en þú ættleiðir, þú til dæmis þegar ég var að reyna að röfla þig til, þú sagðist vera, já Jensika, ég í aðgerð þannig klukkan 1, getur ekki komið klukkan 3, ég meina, það er ekki, þú þarf ekki að gera neitt mikið, Jóna. Og þá leiddur, þú veist, Óla Jóhann í líf mitt og þvílíkt og annað eins. Já, og svo ég þekki fleiri fullt af prestur. Já, ég valdi hann sérstaklega fyrir því, af því ég þekki þig. Og ég veit alveg hvað hefði hendað þér. En það er auðvitað rétt, og það er líka það sem er líka svo mikilvægt, eins og þau talum að undirbúa jarðarförina sína. Ég hvet fólk til að gera það, og ég bið fólk að gera áður en það liggur fyrir dauðanum eða verður mjög veikt. Vegna þess að þá er svo dramatískt að taka þessar ákvarðanir og þá verður það svo þjáningafullt. Og þá kannski langar fólki að nota það sem er eftir að ævinu, kannski einhverja vikur eða dagar eða mánuðir, bara til þess að vera kannski einmitt í núinu og bara ástin og nærverunni og langar ekki tala um það, þú veist, vil ég láta jarðsetja mig eða vil ég hafa bálför, þú veist, vil ég hafa þennan prest, hvernig tónlist vil ég hafa, við höfum að gera þetta þegar við erum spræk og við höfum til dæmis bara við hjónin, við erum það er eitt af óútkláðum málum að hann vill vera í þessum kirkjar og ég öðrum, hann vill hafa jarðsetningu og ég hugsaðlega bálför, við höfum bara ekki náð saman um þetta, þetta er bara svona umræðefni heima hjá okkur. En gaman en ég er að segja, fólk á að taka þessu umræðu, því ég hef lent í því einhverju dái og börnin sem bara, ég vissi ekki hvort pappi vildi bálför eða ekki og hann var aldrei búin að segja neitt. Þetta er, þú veldur oft aðstandendum óróa og svo eru þeir að hugsa ekki lengi eftir og pappi hefði ekki verið glaður, hann hefði vilja hafa bara kallakor, var ekki pappi mest fyrir kallakor? Þegar maður er dáin, segi ég, þá er svona humbúk og hypsmi, skipta mann ekki hérna dánu, segi ég, að því að við verðum svo kærleiksrík, svo ljós og við erum ekki að spá í hvort að þessi fóð þetta eða hitt Nei, en þeir sem eftirlifa, þeir þurfa að halda áfram og það er rosalega mikilvægt í hjarta hvers manns að kveðja ástvini sem er virðing og viðhöfn og einhvern veginn af tilfinninga að því að viðkomandi sé sáttur. Ég hef lent í því að bara fólk yngri ég hefur dáið, það er búið að velja prestinn, það er búið að skrifa tónlistafólki, það er búið að setja inn úr sálmana, veitingarnar í erfidrykkjunni og bara það er bara svona minnislisti sem eftirlöfandi maki tekur og fer eftir. Ég kalla þetta erfiðisdrykkju. Ég finnst þetta erfiðar. Já, mér finnst það misjaft. Þetta var náttúrulega á sínu tíma bara því maður komið langt að og mér finnst það misjátt og það er verið að hressa við finnst mér hlutina af því að þetta er líka við erum að tala um minningu mannesku sem hafði mikil áhrif á mann vonandi og svo mér finnst þetta svolítið ég verð að segja leiðilegt að hafa kannski einhverja svaka veislu sem kostar ég veit ekki hvað og ég veit ekki hvað fólk hefur af aurum og svona og fólk er hrætt við að hafa þetta ekki svona eða hins egin. Ég bara segi, en mér finnst bara fólk megi hafa þetta allavegana og bara blessun yfir það. Mér finnst til dæmis þegar mjög gamlar konur að kveðja og þær eru búin að leggja til hliðar peninga og þær eru búin að segja það á að vera erfidrykkja og þá eru bara tertur eins og þær gerðu, bara brauðtertur og rjómatertur og þau bara konur sem hefðu alltaf viljað að menn færi mjög sattir á þeirra fundi. Hún er að setja eitthvað í fristinn bara. Já, en þetta er mjög mikið að breyta sig og sem er dásanlegt, ég ætla að segja það sem gerðist þegar ég man það þegar Sigurbjörn Einarsson biskup misti konuna sína, hana frú Magnu, og þau bæði, að þá man ég eftir því fyrsta skipti þá var standandi erfi og það var pönnukökur, kleinur og flatbrauð með hangit eitthvað svona, bara einfalt standandi og hann sló tón sem að hefur gert bara eiginlega síðan þá til dæmis mjög margir að nota. Til dæmis þegar pabbi dó, þá var bara jólakaka, kleina og flatbrauð. Alveg svo hafði verið þegar Magnaða kvaddi. En fallegt. Og prestanir gömlu og mjög margir sem komu í þá erfidrykkju. Og ég man eftir sér að Braga Friðrikssoni sem var í Garðabænum, hann hvíslaði mér, Jóna, ég vil hafa svona erfidrykkju. Bara svona einfalt. Þannig að ég held bara hreinlega að það hafi verið bara svona fyrsta svona einfalda fallega erfidrykkjan sem kom í og það sem var ekki setið til borðseld og gengi og það er orðið miklu meira svoleið svona standandi, það er jável myndir svona af hinum látna og í fjölskyldu samhengi
og það jafnvel Mér boðið finnst upp það svo á fallegt. jafnvel boðið upp á freyðivín stundum og eitthvað Já, svona bara konfekt já, og fólk ekki lengur að sko því að það já. mjög dýrt að jarða ástin, það alveg Já, óþarflega mér finnst dýrt. það mjög ferlega asnalegt sko og ég er búin að sko, ég er að smíða líkistu. Mér finnst líka bara, þú veist þetta, ég get að vera svona dýrt að því ég ætla náttúrulega að brenna mig, en þá þarf maður samt að vera í kistu. Hvað? Já. Við ætlum ekki að ræða þetta, vegna þess Nei. að þú hefur ekkert svar við því. En ég ætla að segja þér, Hún bara búin að ákveða hvað ég var já, svarið. þannig hvað Já, þú, já. en ég ætla bara að segja þér, ég elska þig á öllu hjarta og ég er svo þakklát fyrir að fá að hafa þig hérna. Takk fyrir að sko bjóða mér. Já, og svo bara sjáumst við bara helst sem fyrst. Ég vonandi. Við gerum það. Já. Amen. Endar þú í Garðaprestakalli? Ég er það. Garðabænum. Sko. Já. Segjandi nú aðeins meira hérna í Bessastaðar kirkju, fór dóttir mín alltaf, hún leið illa, 13 ára gömul og var í einelti og svona, fór alltaf með bréf og setti inn í Jesú, stóra Jesúkrossinn og það datt inn í tanna. Og hún svaf þar oft af því að við vorum ekki kirkjukonur af því að ég finn frið í kirkjuna af því að orkan sem þú setur þar út, hún þar. Já. Þú veist að þó þessi sorg og gleði, þá er sorg og gleði, það eru frængur. Já. En ég elska þig og ég elska ykkur öll og við hittum seinna. Ég meina, spurningu, Já. vesen að gera svona plana jarðarförðina og gera tónlistafar? Nei. Það til litla bækur sem heita lífslokabækur. Það svo bara skrifar þetta allt inn. Er ekki hægt að búið til eitthvað app og gera þetta svo rafrænt? Jú. Þannig ég fer bara app og geta bara Heyrðu. valið og Jóna. bóka. Ég held að það væri mjög sniðugt. Ég held að þá myndi margir Já. fara og gera þetta sko. Ég held að sé mjög gott að gera þetta í appi. Við verðum að snúa okkur að nútímanum með það. Og þá serfum við almöguleika og getur skoða, ég var til að fá þennan tónlistamanni, ég var til að hafa þetta og eitthvað svo kemur svona hugmyndir og pælingar. Ég ætla bara að hafa playlista, ég nenni nú ekki að vera að hafa þetta eitthvað fókdýrt. Já. En ég ætla að segja að Nei, þeir eru ég ekki var dýrir. rosalega ánað, þú skildi taka þessu umræðu. Já. Þennan með jarðarfarinnar. Vegna þess að hérna, það ekki umræðu sem hefur verið. Hvaða umræðum jarðarfarir? Bara þetta að tala um bálfarir og kostnaðin og Já, mér tónlistina. finnst það bara, já. Já, þetta var bara mjög gott. Já. Önnur spurning með pælingar. Er til kirkjugarðar sem lætur brenna og gróðursetja með tréi hérna á Íslandi? Nei, það verður það á að gera. Ok, ég var til að fá það. Það er hérna í Garðarsók. Já, það á að setja. Allt í Garðarsók. Það verður frumskóður að... Já, það verður fyrsti svona garðurna hugsaður með nýja kirkgarðunum í Garðabæ. Sigríður Bylgja, hérna, vinkona mín, hún var uppafsmaður af þessu lífsins tré. Já. Hún býr í næsta húsi við mig. Og hún að þróa þetta. Já, en þetta er svo skemmtilegt að hafa allavega hana. Já. Eða búið til bekk eða eitthvað. Já. En núna ætlum ég bara að segja Arrivederci Roma.